vörumerki var til út frá flík sem var prjónuð í fjölskyldunni og fór á flakk heiminn á milli vina og ættingja og fannst svo aftur nokkrum árum seinna og okkur langaði að hanna og framleiða eitthvað sem endist lengi og hægt að láta ganga á milli manna og gefa áfram til næstu kynslóða. Það sem skipta máli einhvern veginn að hönnuðir séu bæði greinendur og gerendur, þessi hugsun á bakvið hlutina, þessi ástæða fyrir af hverju hlutin eru gerðir. Í þessu verkefni þá ungan hönnuð með okkur. Einhvern veginn hönnunarferðin oft þannig að maður svona bara byrjar og það voða sjaldan sem ég sest niður og gera bara einn hlut sem æðislur. Einhvern veginn aðdáandi meira sá og maður bara fikrar sig áfram, skoðar, pröfar, allt rólegt, svo allt sæmilegt, svo allt bara nokkra til að það fínar. Hönnun sokkana og mynstursins á sokkunum, það þróaðist út frá þessum upplýsingum að 1 af hverjum 3 karlmönnum greinist með krabbamein einhvern tímann á lífsævinni og það leiddi okkur út í að hugsa svona trílógíur og gera tilraunir með það. Og svo gerðum við eina tilraun þar sem við fórum að vinna líka með mottuna úr Mottumars-lógóinu. Það í rauninni svona blandaðist saman og afbyggðist svo aftur á mjög grafískan máta. Finnum alveg fyrir vakningu á Íslandi í dag, meiri kannski heldur en þau stofnuðu fyrirtækið, varðandi það að vera að kaupa minna, eitthvað sem endist lengur og vera vakandi fyrir því sem að gerast í heiminum. Tengingin með mig að pabbi fékk krabbamein fyrir dálítið mörgum árum síðan og komst yfir þetta og í þá dag var krabbamein kannski eitthvað sem manni fannst bara að vera sama á dauði. En núna þá einhvern veginn orðin vitundavakning og fólk sem fær krabbamein það hefur von. Hvert og eitt verkefni það var dettur inn í einhvern svona hugarheimi eða sögurheimi eða fræðiheimi eða hvert og eitt verkefni ber með sér eitthvað samhengi og alltaf þessi samvinna sem er svo skemmtileg. Og það sem er svolítið merkilegt þetta einhvern veginn það alvarlega viðfangsefni en svo þessu ótrúlega gleði sem var í þessu samvinnunni. Þetta verkefni bara endurspeglar það er alltaf eitthvað bjart framöndan.